charismatic. Í dag skoðum við hvernig lígasögur eru ekki bara sagðar með orðum heldur líka með spurningum. Við ætlum að greina 5 af hættulegustu spurningunum sem eru notaðar til að stjórna og viljaðum fyrir fólki og hvernig er hægt að bregðast við þeim með stóiskri ró og skýrleika byggt á visku heimsfækinga eins og Seneca og Marcus Aurelius's. Halló allt saman. Hlýjar kveðjur til ykkar allra. Við erum afar glöð að vera aftur með ykkur í nýjum þakki. Hjá Charismatic vinnum við allan sólarhringinn að því að skapa efni sem er raunverulega gagnlegt fyrir ykkur. Yfir 50 manns leggja sitt af morkum af nákvæmni og alúð í gegnum netrasó okkar svo þau fái bestu mögulegu upplifun. Ef þið hafið gaman af þessu efni, vinsamlega deilið myndbandinu með öðrum. Þessi litla aðgerð hjálpar þættunum að ná til fleiri og gefur okkur orkuna til að halda áfram enn sterkari og betri. Eigum að byrja. Gerum þetta. Heyrðu, þetta efni er alveg heilandi. Flest okkar hugsa lygi sem eitthvað bænskeitt, er það ekki? Já, akkurat. Engu segir ég gerði þetta ekki þegar hann gerði það. Einmitt. En það sem við erum að skoða hér er svo miklu lúmskara. Þessi hugmynd að þú getur lokið að einhverjum bara með því að spyrja spurningar. Það er einmitt kjarnin. Vegna þess að spurning hún virkar svo sakklás. Hún á að opna samtal. En þessar spurningar sem við erum að fara að skoða, þeir eru hamnaðar til að loka á samtal. Þeir eru eiginlega vopin. Já, vopn dulbúin sem ólífugrein. Og það sem er merkilegt er að þetta er aldagamalt brag. Stóru mennir eins og Seneca og Marcus Aurelius, þeir voru þegar byrjað að greina þetta fyrir 2000 árum. Í alvöru? Já. Þeir skildu að öflugasta árásinn beinist ekki að staðreindum, hendur að sjálfstöðstunu þínu. Sem sagt, í stað þess að reyna að vinna rökkröðuna, þá reyna þeir að fá þig til að efast þína eigin, geðheilsu. Nákvæmlega. Ef ég get fengið þig til að berjast við sjálfa þig, þá þarf ég ekki að berjast við þig. Leikurinn er þá þeirra unnin. Einmitt. Þeir sá fræ efans og horfa svo bara á það að vaksa innra með þér. Það er miklu áhrifameira en nokkuð bein lygi. Þannig að planið í dag er þá einfalt. Við tökum fyrir 5 af þessum lúmsku spurningum, þessum gildrum, og svo skoðum við hvernig stóuspeking getur hjálpað okkur að svara þeim án þess að missa stjórn á okkur. Byrjum á þeirri sem er kannski algengust. Svo fyrsta er, af hverju ertu svona viðkvæm? Maður heyrir þessa spurningu og hún hljómar næstum því eins og umhyggja. Já, næstum því. En það er eitthvað við hana sem er eins og hnífur í magan. Vegna þess að þetta er ekki umhyggja, þetta greining. Sá sem spyr er ekki að reyna að skilja þig, hann er að stimpla þig. Já. Undirliggjandi skilabúðin eru, tilfinningar þínar eru rangar, raunveruleikaskjun þitt er brenglað, vandamálið tú. Þetta er tilraun til að breyta þínu sterkasta vopni innsýnu í þinn versta óvin. Þannig innsæðið, þessi tilfinning að eitthvað sé ekki alveg í lagi, það er í raun hættumerki, en með þessari spurningu er þið breytt í sönun þess að þú sért óstöðug. Akkurat. Seneca sagði, við þjámust oftar í ímyndun en í raunveruleika. Og sá sem stjórnar veit þetta og nota það gegnir. Hann færði til að halda ógnin sé bara í hausnum á þér. Einmitt. Og það sem stóuspekin kennir okkur er að endurskilgreina þetta. Viðkvæmni er ekki veikleiki, hún er athygli. Þú tekur eftir smátriðum. Þú skynjar ósamræmi og það er styrkur. Svo maður á ekki að fara í vörn og segja, ég er ekki viðkvæm. Nei, alls ekki. En hvað gerir maður þá? Lætur maður þetta bara yfir sig ganga? Og það er góð spurning. Og það er þar sem stóaspekin kemur inn. Marcus Aurelius myndi ekki einbeita sér að því að vinna deiluna, heldur að finna sannleikan. Já. Hann saði eitthvað á þessa leið. Ef einhver getur sannað mér skjáltlist, mun ég fúslega breyta skoðun. Með því hafnar hann strax tilfinningalegu forsendu spurningarinnar. Svo í staðans að verjast, þá snýrðu speklinu við. Ok, en hvernig myndi það hljóma í alvörunni? Þú andar rólega, horfir á manneskjuna og segir með algjöru yfirvegun, ég er ekki veikvæm, ég er athugul. Úff. Og svo fylgjuru því eftir með spurningu sem færir ábyrðina aftur til þeirra, er eitthvað við þetta umræðefni sem veldur þeirra óþægjendum? Vá, allt í einu eru þau í vörn, ekki maður sjálfur? Nákvæmlega, og þögnin sem fylgir, hún segir oft allt sem segja þarf. Þetta er áhugavert. Í stað þess að verja tilfinninguna, þá vema maður athyglina. Og þetta leiðir okkur að næstu gildru, er ekki? Þegar það er sjálftraustið sem er notað sem vopn. Þá ertu komin í næstu gildru, já. Já, önnur gildran. Þú treystir mér, er það ekki? Hún er svo einfald. Hún hljómar eins og beini nánd,
en hún er næstum alltaf notuð þegar maður hefur fulla ástæðu til að efast. Vegna þess að þrástverðug manneskja, hún þarf sjaldan að biðja um traust. Gjörfrennar tala sínu máði. Þær tala hærra en orð. Einmitt. Þessi spurning er í raun skipun. Heitt að hugsa, heitt að spyrja, hlýðu. Þetta er tilraun til að láta þig líða eins og þú sért slæm manneskja fyrir að vera skynsöm. Maður sér þetta allstar. Í viðstiftum, tölurnar líta ekki vel út en treysti mér bara. Eða í samböndum, ég veit ég hef lugið áður en treystir mér ekki núna. Já, þeir eru að biðja að maður aðneyti eigin reynslu og þarna kemur stóíska hugtakið apatheia inn. Það er oft misskilið sem sinnuleysi. Að vera tilfinningarlaus. Já, en það er ekki rétt. Það þýðir frekar að vera eins og klettur í öldróti tilfinningana. Þú finnur fyrir öldunni kröfin traust, sektarkenndni, en hún færir ekki úr stað. En hvernig svara maður þessu án þess að hljóma eins og maður sé að ásaka viðkomandi? Að segja, nei, ég treysti þér ekki, getur, sprengt samtalið upp. Þú svarar ekki í tilfinningunni, þú svarar forsendunni. Með rólegri staðrend. Ok. Þú horfir á manneskina og segir, traust er eitthvað sem ávinnst með tímanum og með verkum. Ertu að biðja mér að hunsa það sem ég sé og heyri? Það er mjög bænskitt. Það er skýrt. Og það er ekki árás. Það er boður samtal byggt á raunveruleikanum, ekki óskíki. Heiðarleg manneskja mun virða það. En lígari verður reiður. Líkari verður reiður, því þú neitar að spila leikinn. Og svo reiði leiðir okkur beint að næstu tækni. Þegar skýrileiki virkar ekki, þá er skipt yfir í sókn. Þriðja gildran. Nákvæmlega. Ertu að ásaka mig? Þess er snilld. Maður kemur með réttmæta áhyglu, kannski spyr maður út í eitthvað sem stemst ekki. Og svarið er ekki útskýring, heldur gagnárás. Ymmelt, allt í einu er maður komin í vörn. Þetta er klassíst. Fókusin færi samstundis af jörðum þeirra yfir á það að þú hafi vogað þér að spyrja. Og leið og þú byrjar að segja, nei, ég meinti það alls ekki þannig. Þá ertu búin að tapa. Já, þú ert farin að réttlæta þér og þau stjórna samtalinu. En það er svo erfitt að gera ekki. Viðbragðið er að vilja sletta úr hlutunum. Hvernig kemst maður á því að falla í þessa grefju? Með því að skilja að besta svarið er stundum ekkert svar. Marcus Aurelius talaði að þögn væri oft besta svarið við reiði. Þögnin hér er ekki uppgjöf, hún er höfnun á leikritinu. Höfnun á leikritinu, það var vel sagt. Já, þegar einhver spyr, ertu að ásaka mig? Þá er hann að bjóða þér hlutverk í leikriti þar sem þú ert vondi kallinn. Stóuspekin felst í því að afþakka hlutverkið. Ok, býtu nú við. Að þegja og spyrja svo. Myndi það ekki bara auka á skannuna? Jú, það er skiljanlegur ótti, en lykillinn er tónin og það sem fylgir þögninni. Þú þegir í 2-3 sekúndur. Það rýfur taktinn þeirra. Og svo? Svo, með algjörri ró og raunverulegri forvitni, ekki ásökun, spyrðu. Eitt ég að gera það? Úff, það er kröftugt. Það er það. Og svo bætist við, er ástæða til þess. Þessi spurning neyðir hinaðiland til að horfst í augu við eigin viðbröð. Ef svarið er nei, þá er upprunarlega spurningin hinn enn ósvarað. Og ef svarið er já? Þá verður hann að útskýra af hverju og afhjúpar þar með oft eigin sektarkennd. Þrýstingurinn er komin aftur þangað sem hann á heima. Þessi tækni að snúa vörn í sókn er algeng, en hvað gerist þegar lígari reynir að spila meira á tilfinningarnar? Þegar þetta verður bara leikrit. Það leiður okkur að 4. gildrunni. Þegar þeir spila fórnarlambið. Nákvæmlega. 4. spurningin. Mundi ég nokkun tíman ljúga að þér? Þessi er svo áhrifarík því hún ræst ekki á rök þín, hún ræst á samvisku þína. Já. Viðkomandi sýnir særðartilfinningar og allt í einu ert orðin harðstjórin fyrir að hafa efast. Markmið er að kveikja samviskubitt. Ef þú finnur til sektarkenndar fyrir að spyrja, þá hættur að spyrja. Og þá hafa þeir unnið. Já, en hér þurfum að muna eftir orðum Seneca. Ef það er ekki satt, ekki segja það. Sannleikurinn er aldrei hræddur við spurningar. Aðeins blekkingin óttast dagsljósið. Svo hvernig bregst maður við þessu tilfinningalega leikriti án þess að verða sjálf sogin inn í það? Þú neitar að taka þátt í leikritinu með því að halda því staðreyndir, ekki tilfinningar. Þú svarar ekki spurningunni þeirra beint. Hvað segir maður þá? Þegar einhver spurr, mundi ég ljúga þér? Þá er svarið eftir smá þögn, spurningin er ekki hvort þú mundi ljúga, spurningin er hvernig ég gæti vita það. Vá, það afvopnar þetta algjörlega. Það er ekki lengur karakter þeirra heldur sannanir og gegnsæi.
Akkurat. Þú ert ekki að kalla þá lígara. Þú ert einfallega að segja að þú byggir trúst á sannreinarlegum upplýsingum, ekki blindri trú. Þetta kveiki ljósið. Einmitt. Ok. Svo þegar bein árás, tilfinningalegu kúgun og fornallamsleikurinn hafa brugðist, hvað þá eftir? Þá kemur oft loka úrræðið. Þreytustríðið. Sem 5. og síðasta gildran. Getum við ekki bara haldið áfram og gleymt þessu? Þetta hljómar svo sannjart en svo beiðin frið. Hljómar þannig. En þetta sjaldnast beiðin sátt. Þetta flókti frá ábyrgð. Hvað raunverulegu skilaboðin? Raunverulegu skilaboðin eru: ég nenni ekki að takast á þetta lengur og ég vona að þú sért orðin svo þreytt að þú gefist upp. Þetta ekki óskum að leysa málið, heldur óskum að grafa það. Og það svo freistandi að samþykkja ekki. Bara til að fá frið, til að hætta rífast. Algerlega. En Stofumenn myndu minna okkur á að friður sem byggir á afneitun ekki raunverulegur friður. Marcus Aurelius talaði að sannleikurinn hefur engan fyrningadag. Hann hverfur ekki þótt við lokum augunum. Að halda áfram án skilnings bara að fresta vandanum. Það nákvæmlega það. Svo hvað stóiska svar þegar maður búin á því og langar mest að gefast upp? Það ekki reiði, það heyri ég. Nei, það ekki reiði, það róleg ákverni. Þegar eitthvað spyr, getum við ekki bara haldið áfram, þá svarið, sagt ánallara dramatíkur. Já. Ég get haldið áfram þegar ég skil nákvæmlega hvað gerðist. Ekki fyrr. Þessi setning festir samtalið í raunveruleikanum. Hún segir í raun, þú getur ekki þreytt mig til uppgjafar. Nákvæmlega. Mín innri ró krefst skýrleika, ekki þæginda. Og þar með leikurinn búinn. Að lokum snýst þetta allt eitt. Alla þessar 5 spurningar, alla þessar aðferðir hafa eitt markmið. Að koma þeir úr jafnvægi, að skapa andlega ringuleið. Ef þeir geta fengið því til að missa stjórn á þeir, þá þurfa þeir ekki að vinna rökræðina. Og stóðspekin akkerið í þeim stormi. Algjörlega. Hún byggir á grundreglu Epiktetusar. Gerðu skýran greinamun á því sem þú stjórnar og því sem þú stjórnar ekki. Þú stjórnar ekki spurninga þeirra, en þú stjórnar alfariði þínum viðbröðum. Og það kannski leyndarmálið. Vopnun lígara virkar bara ef þið bregðumst við með reiði, sektarkennd eða ótta. Ef við tökum þessi viðbröð úr jöfnunni, hvað þá eftir? Ekkert. Vopnið verður að dufti. Valdið felst ekki í því að svara betur, heldur í því að neita að taka þátt í leikritinu. Að vera áhorfandi, ekki leiksoppur. Þegar þú hættir að bregðast við og byrjar að fylgjast með, þá keðjan rofin. Þú hefur endurheimt valdið. Og það skilur okkur eftir með eina nokahugsun til íhuganar. Ef okkar eigin viðbröð eina raunverulega vopni sem legari hefur gegn okkur, á hvaða öðrum sviðum lífsins geti þessi nálgun, róleg áthugun, í stað skyndilegra viðbröða, fært okkur gaggjarar breytingar. Takk fyrir að vera með okkur til enda. Ef þessi þáttur hjálpaði ykkur, endilega setið like, skilið eftir stutt athugasemd og deilið honum með ykkurum sem geta haft ánægja á honum. Hver deiling hjálpar fleirum að finna okkur. Og ekki gleyma að vera áfram áskrifandi að karismatik það besta enn fram undan. Sjáumst í næsta þætti. Haldið áfram að vera karismatik. Charismatic.